gær þurftum við félagarnir að velja á milli sólarinnar og skafmiðans. Við ákváðum að sýna nægjusemi og völdum sólina. Og það var líka eins gott. Þegar Gunni hljóp inn í næsta herbergi vonaði í andartak að það væri Völundur sem heilsaði honum. En það var nú eitthvað annað. Gunni, velkomin, hjartanlega velkomin. Fáðu þér sopa. Þakka þér fyrir. Hver þú? Hver, hvar, hvenar, hvers vegna, skiptir það máli? Ó, Felix, bara mættur. Já. Dauðþyrstur er það ekki? Jú. Það er gott, það gleður mig. Það hressir bætir kættir, hefur góð áhrif á meltinguna og gefur hrauslegt útlit að hitta ykkur. Þakka þér fyrir. En það má ég spyrja... Þú spyrð hvort að þú megir spyrja. Með spurningu. Hver gaf þér leyfi til að spyrja hvort þú mætti spyrja? Ég skil ekki. Hver skilur þá því ekki skil ég? Ef þú skilur það ekki þá skilur ekki neitt. Skilur það? Má ekki bjóða þér að smakka á þeim nýjasta á markaðnum? Nei, veistu, ég held ekki. Heldurðu ekki? Heldurðu ekki vatni af hrifningum? Sko, við erum bara að leita að honum Völundi. Æ, góðu, hætti þessu völundarvæli. Fáu ykkur frekar hressingu. Hérna, Gunni, skuttlaði þessum í þig. Hann er alveg ógeðslega góður. Heldur þessi ekki óhætt? Efa það. Hvaða giggsháttur er þetta? Er ekkert nógu gott ofan í ykkur þessi nútíma börn? Það var öðruvísi hér áður fyrr. Fyrir 100 árum voru börn hýtt fyrir svona óþekkt. Fyrir 100 ár? Já. Hvað ert þú eiginlega gamall? Ég er 221 og unglamb. Bara grínast. Já. Ég er bara að tveggja. Ég líst ekkert á þetta, Felix. Ég held að sé alveg snarkeggjar. Já, en verðum samt að hafa góðan ef við eigum að fá frá honum vísbendinguna frá honum Völundi. Já, en ef hann platar okkur til að velja vitlausa vísbendingu. Plötum hann bara meir en hann ætlar að plata okkur. Já, heyrðu. Já, þú ert svona ofsalega mikill vísindamaður, er það ekki? Vísindamaður? Já. Það er ekki spurning. Ég er mikill vísindamaður. Já, og vísindamenn þeir þurfa að vera mjög nákvæmir, alveg rosalega nákvæmir, ekki satt? Það er ekki spurning. Upp á hár en nákvæmi. Þannig er ég að minnsta kosti. Ekkert smá nákvæmur. Já, það var nú gott. Já, en við ætlum einmitt að leggja fyrir þig skemmtilega þraut, svona til að sjá hversu nákvæmur þú ert, já. Ekkert mál. Hver er þrautin? Já, spurningin er eitthvað hérna inni á tilraunastofunni þinni í dag sem varðar ekki í gær? Já, þið! Já! Eigið ekki einhverjar erfiðari þrautir en þetta handan? Nei, ég átti við sko við vísbend. Hann átti við hluti. Hluti? Sagðirðu hluti? Hluti. Þessi er snúinn, eitthvað sem ekki var í gær. Látum oss leita. Þetta. Nei, þetta er búið að vera hérna sínum aldamót. Áramót. Þetta. Nei. Já! Þetta! Mjólk. Hver þremillinn? Hvað segir, er þarna eitthvað sem þú kannast ekki við? Já, þetta er alvarlegt. Þetta er mjólk. Þetta er örugglega vísbendingi frá Völundi. Já, en ef mig langar nú miklu meiri gos, sérðu hvað það er girnilegt? Það er alveg rétt, það er mjög freistandi. Heyrðu, við skulum líta í góðu orðabókina. Það er rétt. Næsta orð er hollusta. Hollusta, hljóma svolítið leiðinlega. Leiðinlega. Það hljómar brátt áfram. Ræðilega. Hollusta. Og ég bara hafið mig ásakað. Hollust er fólgin í því að borða hollan mat og drekka ekki mikið af drykkjum sem skemma tennurnar. Það er þó engin spurning
að það er mjólkurflaskan sem er vísbendingin frá honum Völundi. Já, hérna, takkið mig einhver tvær af þessu, já, og tvær af þessu. Nei, já. En við erum ekki vissum að þetta sé nógu hollt. Jæja! Er það svona sem að ég þakki fyrir góðgerðirnar? Maður reynir að gera einhvern til geðs og að uppskera ekkert með maður skít og skömm. Fyrirgefðu, en getur þú nokkuð sagt okkur hvernig við komast hérna út? Þið út? Æ, ég gleymd að segja ykkur það, en þið komist aldrei hérna út fyrst þið völduð mjólkina. Hann er örugglega að ljúga okkur. Við tökum flöskuna samt. Það skaðar ekki að prófa. Nei, hvernig sjá þið í skápinn? Já, fljótur, hlaupum. Þið sleppið ekki! Þarna skall hurnar í hælum. En við sluppum frá þessum ótrúlega vísisinda manni og inn í, Já, það fáið þið að sjá á morgun. bless á meðan.